En frá gullnámum Íslendinga yfir til Færeyja. Eyjaskeggjum þar hefur betur en okkur tekist að varðveita gamlar menjar sínar og bærinn Þórshöfn ber vott virðingu bæjarbúa fyrir fortíð sinni. Við skulum bregða okkur í 2 tíma flug austur á bóginn í fylgd Sigmundar Ernis. Það hvílir ofur þunn þoka yfir Vogum, 4. stærstu eyju Færeyja. Þetta kunnulegt veðurlag, en það getur breyst. Veðrabrigði í Færeyjum eru fleiri en svo að menn fái talið þau á stuttri ferð landið. Þetta eyja veðrana. Færeyjarnar eru 18 talsins, en allar það smáar að fjöllin eru hvarvetna innan seilingar. Blámi fjarskans verður ekki fundin á þessum slóðum. Eyjarnar eru hrífandi samspil grænna hlíða, svartra klappa og töfrandi fjallseggja sem rísa snarbrattar úr sjónum. Þarna samfélag manna sem háðir samgöngum og þær eru ótrúlega góðar í þessu einu fámennasta ríki heims. Frá flugvellinum sigla menn og aka eða taka þyrlu í samfellt 2 stundir og það reynist mönnum létt. Höfuðstaðurinn nálgast og tekur syngjandi á móti okkur. Við erum skyndilega og allt í einu komin til Færeyja sem 2 tíma flug frá Reykjavík. Og hvað með það? Jú, hér að finna fallegt samfélag, 45.000 manna. Ég staddur í Þórshöfn sem höfuðstaðurinn og hann telur nálega 15.000 menn. Hér ákaflega mikið að vera. Fallegt mannlíf og sagan á hverju strái. Mannlíf í bæjum Færeyja á margan hátt svo líkt því sem gerist heima að Íslendingar gætu haldið sig vera á gangi austfyrst sjávarpláss eða vestfyrst. Fólkið áþekkt okkur og þá ekki aðeins í útliti, heldur og í hugsun. En Færeyingar sló okkur út af laginu þegar talið berst að uppruna og sögu. Þeir fundu þetta afskekkta heimili sitt nokkru áður en Íslendingar námu sitt land. Færeyingar eru 45.000 og forfeður þeirra, sem voru þeir hinir sömu og okkar, settust þarna að fyrir 1200 árum, en rétt eins og heima voru færeysku landnámsmennirnir sporgöngumenn ískra munka sem voru þarna fyrir og lifðu í kyrrþey. Frá því árið 800 hefur samfelld byggð verið í Færeyjum. Forsagan hljómar kunnulega. Nokkru áður höfðu vaskir víkingar úr vesturhéruðum Noregs fengið sig fullsatta á skattheimtu konungs. Viðkomustaðirnir urðu nokkrir, svo sem á Hjaltlandi og Írlandi. Þaðan var haldið vesturum og svo þakklátir voru menn guðunum að staðurinn var óðaranefndur Þórshöfn, þar sem menn náðu landi. Færeyingar og Íslendingar metast einatt forsöguna og henda gaman hver á öðrum eins og sönnum vinum sæmir. Ein þessara kímnisagna gerir ráð fyrir því að þeim skipferjum sem sjóveikastir voru hafi einfaldlega verið kastað upp á næsta sker á leið vestur. Þar með hafi Færeyjar byggst og þarna hlæja Íslendingar. En Færeyingar bætum betur, segja að þeir sem eftir voru í skipunum þegar eyjunum sleppti hafi hreinlega verið of sjóveikir til að komast á land. Síðar hafi Ísland byggst og þar sé að finna þá veikbyggðari úr leiðangreinum. Þarna hlæja Færeyingar. En þar með ekki öll sagan sögð. Þessar þjóðir metast líka aldur þjóðþinga sinna og þar segjast Færeyingar hafa vinninginn. Við erum komin hér út á Þinganes sem nú tilheyrir höfninni í Þórshöfn, höfuðstaðnum. Menn halda að hér sé að finna elsta þing í heimi. Hér þinguðu menn skömmu eftir landnám í kringum árið 800
Og enn halda Færeyingar sitt þing hér skammt frá í gullfallegu húsi, Þingahúsið, þinghúsinu, sem að finna hér rétt hjá þessum eldgamla þingstað úti á Þinganesi. Þinganes, sem vitaskuld merkir Þinganes á íslensku, sannkölluð perla Þórshafnar. Þessi elsti hluti bæjarins stendur á aflangri klöpp sem skagar út í sjó og yst stendur ábúðar mikið hús sem reist var á sínum tíma fyrir starfsemi dönsku einokunar verslunarinnar. Við þekkjum hana. Þarna nú aðsetur landstjórnarinnar. Fyrir enda nesins stendur hins vegar þinghúsið. Liðlega 250 ára gömul timburbygging, rétt eins og hún hefði verið reist í fyrra. Á milli þinghúsins og stjórnarráðsins á sjálfu Þinganesinu varðveita Færeyingar húsagerðarlist sína af svo mikilli natni að aðdáun vekur. Margra alda gömlum húsum viðhaldið í upprunalegri mynd og það sem vekur enn meiri athygli, þau eru enn notuð sem híbýli fólks. Þetta ekki afgirt hverfi dauðra fornminja, þetta lifandi byggð. Inn á milli þröngra einstiga hljóma færeyskir söngvar. Innan úr þessum lágreistu húsum sem minna á gömul ævintýri spretta fram ljóð einnar kunnustu söngkonu bæjarins, Ingunnar Símonsen, sem þarna býr og yrkir. Måst aldrig bliva som henne. Lova mer til, tog til det som gjør til vakran. Det det som gjør at det halde av der. Tog til snakka fyrir det. Vær du fegin det. Du hefur nakka ongin annar hefur. Du hefur nakka ongin annar hefur. Men visste som du och älska till själva för självsemetod. Þessi merkilegu hús á Þinganesi í eigu Þórshafnarbæjar og þeim viðhaldið af bæjarstarfsmönnum í samvinnu við íbúana. Þau eru leigð út til fólks sem ber mikla virðingu fyrir sögu sinni, til fólks sem þykir fortíðin jafn sjálfsögð og framtíðin. Bæjarstjórinn í Þórshöfn, Pól Mikkelsen, segir Þórshafnarbúa einhuga varðveislu gamalla minja, en hann segir jafnframt að annað hafi aldrei komið til greina en að húsunum fylgdi fólk. Rétt eins og ný hús væru gömul hús reist af mönnum og fyrir menn. En bæjarstjórinn neitar því hins vegar ekki att þessi viðleitni kosti sitt. Jag tror att det är lite en tillfällighet att de gamla hus, i hvert fall i begynnelsen av detta århundrade och måske helt upp till mitten av 50-åren, att man inte så visste vad man ville. Men så begynte alltså kommunen blev för lilla och man begynte att tränga sig in i mittbyn och vi har ju byggningar här som fortäller lite om det. Att vi har fått 3, 4, 5 etagers byggningar här mitt inne i byn. Och så tror jag att hvis jag ska välja, alltså det som jag lägger ut, det var att William Heinsen skrev en bok som titeln är Den dejliga havn. Och det var liksom ett farväl till Den dejliga havn. Och han liksom lärde något ut och sa att det är
otrolig vandalisme som härskar emellan byens politiker. Och jag tror det var sluttningen av 50-åren. Så begynte en diskussion emellan politikerna och folk. Och jag tror att den förde till att man i änden av 70-åren liksom blev klar över, för i mitten av 70-åren var det förslag i byrådet om att rydda allt det gamla väck och bygga, för att man såg inte möjlighet. Och så blev det en sammanläggning av kommuner, och det gav oss plats. Och så begynte man intressera sig för att göra plats ute i byn heller. Och så sa man, låt den gamla by få fred. Och da jag blev borgmästare i 1980, där lade vi en mer klar linje. Vi gärna ville veta var vi kom från, bevara så mycket av den gamla by som möjligt. Vi har också gjort en hel del att bevara den mellanbyen, som man säger. Alltså det är inte tal om bara gammalt och nytt. Det är ju gammalt, det är fortid. Så har vi nått från detta århundrade och måske 50 år som har sin egen klasse, sin egen hus och sin egen stil. Och så nutiden, ikke sant, och måske fremtiden. Det är liksom, det hela ska vara det, för på den måten så kan man egentlig gå från Tinganes, som kommer oss tillbaka till år 1000 eller 980. Och så kan du vandra ut och se hela historien i byn på en vandretåg på en timme, så har du fått alla dessa 1000 år, kan man säga, knappt 1000 år. Och det tror jag är väsen, meget väsen. Höfuðstaðurinn Þórshöfn með sína 15.000 íbúa langfjölmennastur færeyskra bæja. Meðfram vogskornum ströndum eyjanna 18 þó víðast að finna byggð, 500 til 1000 manna sjávarpláss, og þeirra stærst Klaksvík í norðri með 5.000 íbúa. Sveitabæir eru fágett fyrirbrigði og þrátt fyrir 70.000 kindur, sem eyjarnar bera nafn sitt af, verða bóndabýli varla talin fleiri en 100. Undirlendi næsta fágett og hreinn jarðvegur aðeins 7% af því landi sem úr sjónum rís. Annað hreint, hart og kalt basalt. Gæði landsins eru því af skornum skammti og landsmenn þurfa til dæmis að flytja inn mikinn hluta búvöru frá meginlandinu, einkum Danmörku. En ef landið gefur lítið, þá gefur sjórinn ríkulega. Þarna snýst allt fisk og önnur sjáadýr, hafnir eyjanna þegar hlutfarslega stærsti og nýtískulegasti bátafloti heims. Höfnin upphaf og endir alls. Þórshafnarbúinn og skáldjöfurinn William Heinesen, sem nú á tíræðisaldri, hefur allt sitt líf verið heillaður af hafnarstæði Þórshafnar. Hann segir að þar nemi menn djúpan, hreinan og heilnæman andardrátt sjálfra Færeyja. Í höfninni sameinast fortíð og nútíð og njóta hvort sín jafn mikils. Ofar í bænum, þar sem hvert húsið tekur við af öðru í hallandi hálfhring, blasir við manni líflegur nútíminn sem hefur þó sín ríkulegu einkenni. Þarna hljóta Íslendingar að staldra við og einblína hluti sem aðra ferðalanga fýsir ekki að forvitnast Það sem skilur á milli íslenskra og færeyskra bæja eru meðal annars svona bænaskilti sem má finna víða Færeyjar. Hér stendur: stórir og undurfullir eru gerningartínir, Harinn Guð tú alvaldi. Réttvísir og sannir eru vegir tínir, tú kóngur fólkanna. Og svo áfram: Guðs hjálpandi máttur svo mikill að hann altíð og stund kann koma tær til hjálpar. Þetta skiljum við Íslendingar. Fyrir okkur færeyskan ekki flóknari en svo. En samt, víða má finna hér orð sem koma Íslendingum undarlega fyrir sjónir. Skammt frá Tittlingsvegi stendur Norðurlandahúsið í Þórshöfn. Óvenjuleg bygging sem sniðin að sérstæðri húsagerðarlist eyjanna.
Þessu vígi færeyskrar menningar var tekið opnum örmum af landsmönnum þegar það var vígt fyrir áratug. Óhætt að fullyrða að ekkert sambærilegt hús á öðrum Norðurlöndum sé jafn oft heimsótt af sínu eigin heimafólki. Samt voru Færeyingar efins í fyrstu og töldu margir full ríkmannlega byggt yfir listir fámennrar þjóðar. Það hefur reynst fyrra, eins og norðmaðurinn Jan Klofstad, forstjóri Norrlandahúsins í Þórshöfn, kemst á orði. Det mulig at det var litt for stort, men det ikke for stort nå. La oss nå ta siste veka. Onsdag kveld, konsert med norske spellemannsprisvinneren, presten og rockemusikeren Bjørn Eidsvåg. 250 mennesker. Torsdag inne i den andre salen her, 200 mennesker på et seminar om utdanning i utlandet. Fredag, 250 mennesker på det samme seminaret, pluss åpning av kunstutstilling. Og torsdag og fredag var det konserter med henholdsvis 64 og 120 personer med Bjørn Eidsvåg i 2 små bygder. Lørdag var det 300 mennesker på konsert med blokkfløytespilleren Mikaela Petri i Fuglafjord. Og her var det 350 mennesker med Bjørn Eidsvåg, og vi har plass til 400 inne i store salen. Og i går, søndagen, så måtte vi faktisk ha ekstra konsert med Mikaela Petri. Og da hadde vi 460 personer først, og så 440 etterpå, som hørte på blokkfløytekonsert på internasjonalt nivå. Så jeg tror faktisk at huset fyller den rollen det skal. Vi skal ha fullt hus en gang imellom, men vi skal også ha rom for å kunne ha det provoserende, eksperimenterende, den kreative galskapen, som kanskje bare samler noen få, men som likevel kan være viktig på kort og lang sikt. Og et annet viktig poeng i det, som vi så i konserten med Mikaela Petri, og også med Bjørn Eidsvåg, er det samspillet vi forsøker å få til med at gjestende kunstnere på internasjonalt nivå, de spiller sammen med de lokale, som også har et høyt og godt nivå. Og da får vi huset til å fungere på det aller, aller beste. Ofte alene, og veldig ofte i samarbeid med Nordens hus i Reykjavik. Jan Klofstad hefur stjórnað Norðurlandahúsinu í Færeyjum 2 ára skeið og segir óhikað að hér kunni hann betur við sig en heima í Noregi. Þessi aðkomumaður segir viðmót eyjaskeggja vera einstakt. Hann segir Færeyinga vera eitthvert óþvingaðasta fólk sem hann hafi kynst. Ja, som nordmann så kjenner jeg meg heime. Det er den samme levestandard som heime. Bilene er like store og dyre som heime. Prisene er omtrent det samme. Kanskje tjener folk på Færøyene litt mer penger i forhold til prisnivået enn det vi har hjemme. I tillegg til alt det moderne, verdens mest moderne fiskeflåte for eksempel, og det at vi kan ta inn 5 fjernsynskanaler i de aller fleste hus i Tórshavn, så har vi også en historie som er felles, som er vel verdt å ta vare på. Men jeg opplever et moderne nordisk samfunn der jeg har alle de velferdsgoder som jeg nyter godt av også hjemme. En hvaða hugmyndir gera aðrir Norðurlandabúar sér af Færeyingum? Þekkjum við þá í reynd? Jeg tror at veldig mange ser på Færøyene og også Island som et eksotisk reisemål, og det eksotiske får vi ta vare på. Men det er nok litt for mange som mangler kunnskap mellom Njålsøva og Kong Sverre og Færøyene og Island i dag. Jeg synes at vi skaper litt for mange overraskelser for folk når vi har nordmenn, kanskje særlig dansker og svensker, som kommer til Færøyene og oppdager breie asfalterte veier, store tunneler, denne moderne fiskeflåten, og i det hele tatt et moderne, pulserende samfunn midt i verden med 9 O'Clock News på BBC som sin viktigste informasjonskilde i tillegg til det færøyske fjernsynet. Så jeg tror nok at både undervisning og mediebildet i resten av Norden med fordel kunne vise det moderne Vestnorden i langt sterkere grad enn det jeg har inntrykk av at det blir vist. Harmas gamle viner morgen og alt så svart og sær. Men spegelen der vysa kan står æra sunder der. Så en sola luitan og dorme og insekt.
Oj manna var to våren av Adams och släg igen. Fyre ikke fekt ut vid at nøyta som du vil Og vatten og solar, skyn og luft og kon og folk til Sjål unkar fyre ikke to vi annars hjelp kan få halde halga døyt og nu vel hørdur vera maie Og ta du ikke tøymer møyra liva her og i ver Så fast du øyna frøypeletter tøyna himmelfer For vøyt og møy og i himne ta en matcha flokk du fær Så vi som henne du kan spaga mellom tær Það eru nokkur sannindi fólgin í því að framtíðin sé mönnum lítils virði ef þeir þekki ekki fortíð sína. En það kann jafnframt að vera helsti veikleiki fámennra þjóða sem búa að rismikilli og sérstæðri sögu að gleyma sér í fortíðinni og viðhaldi gamalla siðvenja. Þessa tilhneigingu þekkja Íslendingar sem oftsinnis hafa hitt framtíðina fyrir eins og menn sem ganga á vegg. Hjá þessum þjóðum eru stóru sigrarnir að baki og trúin á framtíðina tekur mið af því. Bæjarstjórinn í Þórshöfn viðurkennir að erfiðleikar Færeyinga felist kannski einkanlega í þessari veiku trú á framtíðina. Samdráttur í fiskveiðum kallar á fátt annað en stöðnun fyrir svona byggð sem sækir allt sitt á haf út. Í Færeyjum þegar brostin á samskonar flótti úr fámennum sjávarplásum og við þekkjum frá Íslandi. Og Paul Mikkelsen minnir á þau sláandi sannindi að næst fjölmennasti bær landsmanna heiti Kaupmannahöfn, en þar búa nú 11.000 Færeyingar. Det är två ting det sker. Egentlig får vi alla måske de sociala tapare. De kan liksom gömma sig bort i koncentration. Men så får vi också den bästa delen av folket. Det vill säga de folk med viden och med initiativ. De kör här in. Det liksom ger en avsmittning och spelar upp till en annan. Och det är alltså det som vi ser i ögonblicket. Att folk flyttar från de mindre platser och in till bostaden. Och det inte plats här i hovedstaden så flyttar de längre ut. Måske till Reykjavík, måske till København, jag vet inte. Men det är det mönster vi ser i ögonblicket. Ja. Það hefur verið töluverður fólksflótti hérna frá Færeyjum til, eins og þú segir, Kaupmannahafnar og jafnvel til Íslands. Ja. Hefur fólk í dag trú á Færeyjum? Nej, det vill jag säga. Det har man inte. Så det är liksom, man har haft alltså det är den samma 30-årsperiod jag talar om. Alltså från 50-åren var det liksom det hela stoppade. Och det var mer få möjligheter på färgerna. Så folk flyttade hemifrån till Danmark hovedsakligt, till København. Var också den näst största delen av färgerna är koncentrerad. Men så kommer det liksom en uppsving igen i fjärsen och fiskarna, hvor vi fick alla samman hem igen. Och det är liksom man inte förstod att det var på lång tid. Alltså man trodde att havet var uttömmeligt. Alla resurser var tillgångstighet för oss. Ekonomin var god. Och man tänkte inte på att det var lån och det var lån på framtiden. Det hela, nu ska räkningen betalas. Och det är klart att nu sätter alla sig ned och värderar den här situationen. Och det som härskar i ögonblicket, det är en sort senhet. Það samt fjarri sannleikanum að segja barlóm einkenna þá umræðu sem nú efst á baugi í Færeyjum. Í bæ eins og Þórshöfn, þar sem gefin út 6 dagblöð, rekin fagmannleg útvarpsstöð, svo og sjónvarp sem stofnað var fyrir 6 árum, eru möguleikandi margvíslegir og ekki bara þar, heldur og land allt. Rétt eins og Íslendingar horfa Færeyingar vonar augum til aukinnar ferðaþjónustu og á því sviði hafa Færeyingar nokkuð forskot á Íslendinga.
Það mjög auðvelt að komast þetta stórbrotna land sem státar af 600 km löngu vegakerfi sem allt malbikað. Tignarileg fjöll og sæbrettir klettar eru þar engin hindrun. Færeyingar búa yfir mikilli tækni og þjálfun í gerð jarðganga sem tengir dreifðar byggðir. Straumur erlendra ferðamanna, einkum norskra, danskra og þýskra, hefur stór aukist á allra síðustu árum og þessu fólki hafa Færeyingar nóg að bjóða. Þetta litla land, miðja vegu á milli Íslands og meginlandsins, ekki aðeins fagurt í sjálfu sér. Þarna tekur jafnframt á móti manni fagurt mannlíf og gömul og sönn saga. Som spunne gått där har så fan skjut om